Ég þakka fyrir mig. Ég þakka dómnefndinni fyrir að velja mitt ljóð í fyrsta sæti og ég þakka Kópavogsbúum fyrir að halda þessa hátíð til heiðurs í honum bör. Mér það mikill heiður að taka við ljóðaverðlaunum sem eru kennd við hann. Ef Jón væri staddur hérna núna myndi ég segja takk fyrir ljóðin mín. Þau gáfu mér tóninn þegar ég var unglingur, takk. Og með þakklæti í huga vil ég líka nefna 2 önnur Kópavogsskáld, Hrafn Andrés Harðarson og Kjartan Árnason. Það voru þeir sem áttu hugmyndina að þessari ljóðasamkeppni. Hrafn enn hér á meðal okkar, en ekki Kjartan. Kjartan Árnason orti ljóð og skrifaði sögur en dó ungur, ekki orðinn 50, en afdragandinn var samt langur, hann var með MS og í mörg ár bundinn í hjólastól lamaður. Fyrsta bók Kjartans heitir Dagbók Lasarusar og hún hefst á þessu ljóði. Vinur, það má vera að þú hafir þegar verið sveipaður hvítu líni og liggir bara. En þegar hinn krossfesti kemur til þín og segir takk sæng þína og dakk, þá gerir þú það og ekkert múður með það neitt. Vittu að gröf þín opin í báða enda. Það einhver undarleg vongleði í þessum ljóði Kjartans. Og ég vona að fólk skynji líka einhverja vongleði í ljóðinu sem ég fæ verðlaunin fyrir. Það sækir líkingamál í heim hljómlistarmanna og ég gæti alveg tileinkað af Rúnari heitnum Júlíussyni. Þegar hann var kominn á 60-aldur heyrði ég einu sinni viðtal við hann í útvarpi og var meðal annars spurður að því hvort hann gerði sér ennþá vonir að Ameríka það erlendis. Já, hann gerði sér vonir. Mér finnst eins og hann hafi svarað með brosi í röddinni eins og ekkert væri sjálfsagara. Maður gerir sér vonir meðan maður heldur áfram að reyna. Og ég gæti líka tileinkað ljóðið sjálfum mér 12 ára. Þá vorið fékk ég hæstleikunn í mínum bekk í leikfinni. Það kom mörgum á óvart, ekki síst sjálfum mér. Ég var enginn knattspyrnudrengur eins og sumir bekkjarfélagar mínir sem hefði ekki bara fótbolta, þetta voru líka í frjálsum og voru svo góðir að það var næstum því óþarfi fyrir þá að mæta í leikfinnisprófið. Ég fór til kennarans til að vita hvers vegna ég hefði orðið hestur. Ég komst ekki alltaf yfir hestinn, sagði ég. Ég gat ekki alltaf klifrað upp hafari. Þá sagði leikfinniskennarinn, þetta alveg rétt hjá þér. Stundum gast þú ekki alveg allt, en þú varst svo eini sem reyndir alltaf. Ljóðið Horfurnar miðja vikuna gæti alveg eins heitið Horfurnar miðja ævina. Þetta ljóð vongleði og ég tileinka það kennurum mínum í gegnum tíðina og ég tileinka það krökkum á öllum aldri sem halda áfram að reyna. Horfurnar miðja vikuna. Það bara miðvikudagur. Enn getur allt gerst, enn von. Enn má finna rétta taktinn, finna sinn hljóm, jafnvel finna sig í góðu lagi. Allt getur gerst, meðan enn leynist bílskúr baka til í hausnum á mér.